Einar, hvernig líst þér á þetta í dag? Ágætlega bara. Ekki svolítið brattar heldur en verið hefur í ár? Já, þetta er býsna bratt. En samt ekki mjög mikið að stálum í þessu. Ekki mjög erfiðum alltaf. Er þetta þá spurning um hraða allt frá upphafsstaði í þrautum? Já, þetta verður alltaf hröðkefni, sko. Og sennilega í öllum brautum. Nú hefur þér nú ekki gengið allt og vel þar sem hefur verið mikill hraði og bratti þar sem af er ársins. Þú hefur staðið svona upp á endan og verið að klóra þig og stundum færið aftur fyrir þig. Hvað gerist í dag? Já, þetta er öðruvísi núna, held ég. Þetta verður ágætt. Þú líst vel á þetta? Er betra að hafa þessar stóru skóflur aftan heldur en framann í þessu efni? Það er ég ekki viss um, sko. Hefur þú prófað að víxla þig? Nei. Ég hef hins vegar hugsað mér að fá mér svona framan líka, sko. Ég beigir svolítið illa með þetta svona. Er bílinn í góðu lagi? Já, ég held það. Ég sé búið að laga það sem var að fyrir austan og sé allt í góðu standi. Þú stefnir náttúrulega á fyrsta sæti hérna í dag. Jú, ég geri það. Hver verður í öðru og þriðja? Það er nú erfitt að segja, það er svo margir góð til greina í því. Haraldur Pétursson tók forystuna í fyrstu þraut, náði besta tímanum í tímaþrautinni og fékk 290 stig, tók aðeins 1 dekk og tapaði þar með 10 stigum. Þannig að hann var búinn að setja stefnuna á fyrsta sætið, eins og svo reyndar margir aðrir, þó þeir næðu ekki jafn góðan tíma og Haraldur í þessari fyrstu þraut. Tímaþrautur rétt eins og í götubílaflokki, reyndar sama þrautin. Og Haraldur var 3 sekúndum fljótari að aka þessa þraut heldur en næsti maður, það var Gunnar Egilsson. Við förum beint í þraut nr. 2 og þar er það Gísli Jónsson. Íslandsmeistari frá því fyrra á titil að verja, hefur ekki gengið sem skyldi í ár vegna bílanna. Hann fær samt 300 stig hér í þessari annarri þraut. Haraldur ætið næsti bíl á eftir Gísla þessu sinni. En missir bílinn hér út fyrir í hliðinu og tapar 40 stigum og eftir jafn Gísla búinn að klötra niður forskoti sínu frá fyrstu þraut. Komið með 550 stig. Það var Helgi Sjöt. Helgi Sjöt var í 4. sæti eftir fyrstu þraut. Klórar hér í 1 dekk. Slapp með það og fékk 300 stig. 525 stigum á eftir þeim Haraldi og Gísla. Það var Einar. Yfirvegaður og veit nokk hvernig bílinn lítur út. Hittir á hliðin, fellir ekki mörg dekk. Það er þó ekki nema 280 stig hérna, 500 stig. Gunnar Egilsson, Ólís ljóninu, hann var í öðru sæti eftir fyrstu þraut, náði næst besta tímanum, fekk 270 stig. Og sjáðu, hittir á miðjun á hliðinu og fær 300 stig og skýst upp í fyrsta sætið. Hefur nú 20 stiga forskot á næstu menn. Þriðja þraut. Náði að rétta sinn hlut gegn Mílan. 2 þrautir, nær aðeins 280 stig. Hann hefur kvist hjá honum þarna í endamarkinu. Það var Helgi Sjöt. Sjáðu hvernig hann gerir þetta. Glæsilegt, 300 stig. Og Einar. Gunnar Egilsson, Haraldur Pétursson, Gísli Jónsson, Helgi Sjöt og Einar Gunnarsson börðust sigurinn í þessari keppni og Einar var einnig 300 stig. Það var sjá hvað Gunnar gerir. Hann getur alveg notað 300 stig til þess að auka forskot sitt, en hann fær ekki nema 280. Kom með 850 stig, er reyndar enn með 20 stiga forskot á Harald Pétursson. Benedikt Eiríksson á skalla. Það voru 11 keppendur sem mættu til leiks í sérútbúnaflokknum. Og 6 í götubílaflokki og Sigurður Axelsson á fríðu. Hann fær 290 stig. Og Þorsteinn Einarsson, forystu sauðurinn í götubílaflokki í Norðurlandameistarakeppninni sem framverður haldið í septembermánuði hér á landi. Og hann fær 280 stig. Við erum að sjá
hvort að Gísla tekst að næla yfir 300, nei, hann er búinn að fella eitt dekk. 380, þannig að þeir eru enn jafnir Haraldur og Gísli með 830, Gunnar Egilsson með 20 stiga forskot á þá, Helgi Sjött 5 stigum á eftir Gísla og Haraldi og Einar með 800 stig. Fjórða þraut, hún leit svona út og þar fór Einar Gunnlaugsson fyrstur, gerir þetta mjög glæsilega, fær 290 stig. Þá er að Gunnar Egilsson var hér í forustunni fyrir þessa þraut, en missir hraðan hér á mjög mikilvæg augnabliki og tapar 60 stigum við það. Gísli sá sína sæng útbreyta með því að fara alla leið og fá 300 stig. Já, þar með skýst Gísli upp í fyrsta sætið. Haraldur Pétursson á möguleika að komast eitthvað við hans, fái Haraldur 300 stig eins og Gísli. Hann kemur næstur, búinn að sjá hvernig Gísli gerir þetta. En einhverju hluta vegna þá fer hann hér langt út til hægri og tapar 100 stigum. Helgi gerir sér lítið fyrir og nælir 300 stig. Það virtist ókleif brekka og hvað þá með þessa hér. Gunnar Egilsson fær 250. Og þá er það Jóna Gesson frá Akureyri og sjáu þetta bang. Hvar er ég? Húsar hann væntanlega þarna. Fer upp á endan, hefur aðeins grip á afturhjólunum, snýst aðeins og svo grípur hitt afturhjólið í, fjær okkur, sem gerir það verkum að bílinn tekur þessa bakfallslykkju. Ef Jón hefði staðið á gjöfinni þegar hann lenti þá var hann sennilega sloppið út úr þessu óskaddaður, það er að segja að bílinn hefði verið óskaddaður. Fyrst hægra afturhjól og svo vinstra afturhjól í átæki og þess vegna kemur þessi snúningur. Og þarna vantaði örlítið átaka framhjólinn til þess að koma niður á öll 4 hjólin. Sælla minningar velti Jóna Gesson á Hellu fyrir 4 vikum. Enda stakk þá þessari bifreið og það vart að flytja hann burt í 2 kranabílum. Þá er það Gísli G. Grimmur og ætlar alla leið. Hann þarf hraða til þess að komast í gegnum stálið. Það er hvergi híkað, tekur þó 1 dekk, fellir 1 dekk og fær 280 stig. Stórglæsilegt. Haraldur, hann skal alla leið líka og helst 300 stig. Nei, kemur við saman dekki og Gísli. Ekki minkar munurinn á þeim. Haraldur kominn niður í 5. sæti. Helgi Sjött er nú frægur fyrir það að hoppa hátt og langt í svona brekkum. En hér fór hann vitlausa leið niður. Takið eftir blöndunum sem er ofan á húti eða vélarhlíf bifreiðarinnar. Hann brotnar af hér og rúlar svo með. Og nú átti Helgi vinnu fyrir höndum. Hann þurfti að koma einhverju tæki á aftur í staðinn fyrir þetta tæki sem hér er í höndum starfsmannskeppninnar til þess að blanda bensín og lofti inn á vélina svo hann getur nú haldið áfram. Og Einar 220 stig og þetta er þá staðan að loknum 5 þrautum. Gísli er efstur, Helgi Sjött annar, Gunnar Egilsson í 3., Haraldur Pétursson kominn upp í 4. sæti og Einar Gunnlaugsson í því 5. og munar 100 stigum á 1. og 5. sæti. Og beint í 7. þraut. Gríðarlega átök, mikill hliðarhalli og Gísli gerir þau mistöku upp að það fari ekki nógu hátt. Kemst hreinlega ekki upp í hliði og tapar 40 stigum. Þar með á Haraldur möguleika á minkamunin og Helgi Sjött að komast fram fyrir. Sjáu hvernig Haraldur gerir þetta ákaflega nett og fallega gert. Haraldur 300 stig, komið 1610 á móti 1670 stigum Gísla G. Jónssonar. Og 2 þrautir eftir. Og þá er það Gísli G. Sigurðsson, hann braut liðhús í 1. þraut, misti af 2. þraut og gekk ekki sem skildi að þessu sinni. Það er 250 stig hér og komið 920. Þá er það Einar. Laglega gert, rétt eins og Haraldur, átakalaust, átakalítið allavega. Og þá er það Gunnar Egilsson. Og
hann notar sömu átökin og Gísli fær 270 stig, tapar 30 stigum. Þorsteinn Einarsson á engu. Mjög nett, 300 stig. Það er að söpa Helgi gerir, hann á möguleika á að komast upp fyrir Gísla. Það er 300 stig hér til þess, en hann þurfti að fara aftur fyrir vegna bilunar og tapaði því 60 stigum á því. Og enn var Gísli með forystuna með 670 stig þegar að næst síðasta þraut hófst og hann fer hana á 300 stigum. Fullt hús fyrir þessa þraut. Þá verður Haraldur að gera það sama. Gísli kom með 1970. Haraldur var með 1610, komin með 1910 núna. Litla hann fari aftur fyrir sig hér. Ef hann hefði staðið á gjöfinni þá hefði hann gert það, en hann er greinilega farin að þekkja bílinn sinn. Það var Helgi Sjöt. ÓF að tapa 60 stigum í þrautina á undan, en hann tapar 30 stigum í viðbót hér. Það er þetta Einar gerir. Það er nú bara ákveðin að fara alla leið. Þetta er spurningum sæti, en jú, 280 stig. Og Gunnar, þessir 5 börðust fyrsta sætið eins og ég sagði áðan. Það er nóg pláss til þess að gera nánast hvað sem er, en það er komin hola þarna og þetta er staðan fyrir síðustu þraut. Gísli G er með 60 stiga forskota, Harald Pétursson, Helgi Sjöt, Einar Gunnlaugsson og Gunnar Egilsson berjast þriðja sætið. Eiga reyndar möguleika á öðru. Og Helgi Sjöt fór fyrstur og komst ekki nálægt endaliðinu, en bjargar sér frá veltu og tapar 80 stigum. Það er að gera verið ekki fyrir. Missir hann þarna í fyrsta barrinu, það var mjög brött þraut og reyndar á mörkunum að keppendum litist á að þessi þraut er í farin áður en að keppni hófst, en að sjálfsögðu hafa keppendur ýmislegt það að segja. Það eru tilbúin til þess að leggja sig í 230 stig að Gunnar Egilsson og það var harkan 6 hér. Gísli skyldi ná í 300 stig. Nei, 295 í gríðarleg fagnaðarlæti margra áhorfenda og hann tryggir sér þar með sigurinn. Hins vegar vissu keppendur ekki nákvæmlega hvernig staðan var. Þeir vissu að það var naumt á milli fyrsta og 5. sætis. Þannig að það var ekki annað að ræða en að fórna sér á bílnum. Það eru 2 umferðir eftir, ein umferð á Akranesi eftir 2 vikur og síðan kemur keppni strax í Grindavík í lok ágústmánaðar. Það var komið að Haraldi Péturssoni. Svo skyldu menn ekki vera örlítið skelkaðir eftir að allir hinir eru búin að velta. Nei, greinilega ekki. Ískaldur á ísbílnum og þetta dugði fyrir annarsæti. Þess vegna geta að staðsæðist enginn í þessari keppni þrátt fyrir miklar og kröftugar veltur. Það sé miklum öryggiskröfum. En hins vegar eru talsverðar skemmdir á yfirbyggingum bíla en litlar á vélbúnaði. Og lokaúrslitin í fjallabíla torfæru, stáls og stansa urðu þau að Gísli G sigraði. Haraldur Pétursson var í öðru sæti og þar með er Haraldur kominn í fyrsta sætið í Íslandsmótinu. Helgi Sjöt var í 3., Einar Gunnlaugsson í 4. og hann heldur öðru sætinu og Gunnar Egilsson var í 5. sæti. Þátturinn verður ekki lengri hjá okkur í kvöld. Næstu helgi fer fram 4. umferð Íslandsmótsins í rally. Það er Ásláksrally svo kallað og keppni hefst á föstudagskvöldi á Geithálsi klukkan 20. Birgir Þór þakkar fyrir sig og sína í kvöld og býður góða nótt. The moon is a drop in a black hole.
Nobody's blue is brighter than the blue of my baby tonight. A man is a snake in the island, baby do is making him rich. A man is a duck in the jungle, his heart is an empty fridge. A man is a duck in the jungle, is lost in a big bamboo. The snake jumps out of the fire, and is crying for baby do. The moon is a drop in the black hole, the sun is a hell of a light. A man in a half my ice coat, baby do is out of sight.